Komið sæl og verið velkomin í sjónvarp Víkurfrétta, litla nýja stúdíóið okkar á skrifstofunni hér í Krossmáanum. Fyrsti gestur okkar hérna einmitt Kjartan Már Kjartansson, bæjarstjóri Reykjanesbæjar. Vertu velkomin. Takk. Það voru fréttir í vikunni af ársreikningi Reykjanesbæjar 2014 og þar verið að tala tæpa 5 milljarða í mínus. Já. Og þar stór þáttur 3 milljarða lán í Reykjaneshöfn frá A-hluta Reykjanesbæjar. Geturðu sagt svona okkur frá á mannamáli hvað við erum að tala þarna? Já, ég skal reyna það. Það þannig að Reykjaneshöfn rekin sem sjálfstætt fyrirtæki í eigu Reykjanesbæjar. Og í þeirri uppbyggingu sem hefur átt sér stað núna á undanförnum árum, til dæmis í Helguvík, þá hefur verið fjárfest gríðarlega og sumuleyti hafa peningar komið frá formlegu lánastofnunum til þess að framkvæmdir verið fjármagnaðar með skuldabréfaútgáfu og slíku, en einnig hefur A-hluti Reykjanesbæjar, þar að segja bæjarsjóður, fjármagnað þetta og lánað höfninni fullt af peningum. Í þessu tilfellum 3 milljarða króna sem að A-hluti bæjarsjóðs að lána fyrirtækinu Reykjaneshöfn. Og Reykjaneshöfn skuldar þar af leiðandi Reykjanesbæ þessa peninga og eiga á að greiða þá árið 2027 eftir 12 ár. Hins vegar ekkert í rekstrinum, við erum með mjög litla starfsemi ennþá í Helguvík og samninga núna kísilverksmiðju United Silicon sem búin að fá starfsleyfi framkvæmdir hafnar. Og miðað við þær forsendur og þá samninga sem við höfum núna, þá því miður ekkert sem bendir til þess að höfnin geti greitt þetta lán upp á 3 milljarða tilbaka til bæjarsjóðs árið 2027 eftir 12 ár. Þess vegna var ákveðið að færa þetta niður í efnahagsreikningi í Reykjanesbæjar, bara taka þetta bara niður í 0 og segja við skulum ekki gera ráð fyrir þessu sem eign inn í framtíðinni upp á 3 milljarða. Við skulum bara vera raunsæ og segja að við fáum þetta ekki greitt tilbaka. Þetta bara 0 krónur. Þess vegna var ákveðið að taka þetta niður. Og það gert með þeim aðgerðum að þetta kemur út sem kostnaður hjá Reykjanesbæjar á síðasta ári. Þegar maður tekur svona niður, þá þarf það að koma fram í rekstrarreikningnum og þá það stór hluti þessa halla sem eru fyrst og fremst svona varúðarfærslur. Hvað þyrfti höfnin í rauninni að vera að skila mikil afkomu á árinu til þess að geta farið að borga af svona láni? Hvað þarf mikið að gerast í þess? Hún þarf að skila mun betri, hún rekin með halla, var rekin með halla í fyrra og árið þar á undan, að vísu minni halla í fyrra heldur en árið þar á undan. Og hún búin að vera meira og minni mínus frá upphafi af því að það vantar þessar tekjur, það vantar umferð höfnina meiri og hafnargjöld og slíkt. En til þess að geta greitt af þessum skuldbindingu sínu þá þyrfti höfnina þyrfti rekstur hennar að snúast verulega við og það veit allir, þetta eru bara opinberar upplýsingar sem ég að fara með hér og þetta þyrfti að vera einhverjar 100 milljóna í plús en ekki í mínus eins og það núna, þannig að viðsnúningurinn 500-600 milljónir sem það þyrfti að vera í rauninni. Og það dugur ekki eitt kísilver til, segja nú þetta kísilver að fara í gang, annað svona í burðarliðnum og við vitum náttúrulega álverið mikil óvissu. Gefum okkur eitt lítið dæmi þar sem að bæði kísilverinu komin í gang innan 3 ára, 4 ára. Hvað þýðir það? Veistu hvað það þýðir mikla tekjur? Já, sko þessar áætlanir allar til en við ákváðum að vera ekki að reikna með neinu í módelinu núna öðru en því sem í hendi og við erum bara með samninga og starfsleyfi fyrir kísilver United Silicon og svo náttúrulega Aalborg Portland sem þarna og svona þessi fyrirtæki sem eru komin, það bara ekki nóg. Síðan eru hugmyndir annað kísilver. Við vitum öll hvernig staðan á þessu álveri við vitum ekkert hvenær og hvort það kemur inn og vatnsverksmiðjur og alls konar hugmyndir í gangi en við ákváðum að reikna bara með því sem eru samningur og tökum stöðuna út frá því og þá blasir þessi staða við.
það var fleira sem að bjóð til 4,8 milljarða halla eins og þið tilkynntu sögðu frá á bæjarstjórnarfundi í vikunni. Þar á meðal 640 milljónir tæpar út af svokölluðu Magma-bréfi. Útskýrðu það fyrir okkur? Já, það þannig að Reykjanesbær seldi á sínu tíma sinn hlut í HS Orku til fyrirtækis sem hét þá Geysi Green. Og samningurinn hefur síðan skipt eigendur eða skuldabréfið og Magma sem nú heitir Alterra eignaðist bréfið og dótturfélag þess Magma Sweden heldur á því í dag. Og við erum búin að fá út úr í 4 milljarða og búin að fá þá peninga. En eftirstöðvarnar af því þegar kemur uppgjörinu eiga að tengjast ýmsum þáttum eins og álverði og heimsmarkaðsverð á áli og eitthvað slíku. Þannig að endanlega fjárhæð ekki mikil vissa á þessari stundu. Hins vegar það sem blasir við að ef til greiðslufalls kæmi að hálfu Magma Sweden, ef þeir gætu ekki borgað þetta eftirstöðvarnar eftir ár, ef einhver hluta vegna, þá trygging á bakvið það sem eru hlutabréf í HS Orku. Nú HS Orka ekki á opnum hlutabréfamarkaði, þannig að það erfitt að segja til hversu virði eða hvað einn hlutur í HS Orku mikill. En með þær upplýsingar sem við höfum frá nýjustu eða síðustu sölu á hlutafé í félaginu, þá þetta bréf svona cirka 5,3 til 5,5 milljarða króna virði. Þannig að eftirstöðvar sem voru 1900 milljónir rúmar í bóku Reykjanesbæjar okkar mati ekki nema 1300 milljón króna virði. Þarna munar 600 milljónum sem við erum í rauninni að færa niður eignina og segja við skulum ekki gera ráð fyrir, vonandi fáum við þetta og meira til, en bara til þess að vera sína varúð og vera svona á öruggu plani, að þá var ákveðið að taka þessa eign niður 600 milljónir rúmar. Fráfarandi bæjarstjóri sagði nú á bæjarstjórnarfundi í vikunni, hún fannst þetta svona kannski að hann trúði ekki öðru en að nefndi eigandann Ross Beatty, hann myndi nú örugglega að borga. Já, ég vonandi gera hann það. En það eru ákvæði í skuldabréfinu sem segja að ef til vanefnda kemur, þá geti þeir bara afhent okkur hlutabréf í HS Orku og þau ekki meira virði en þetta. Og það eru raddir sem segja, akkur ættu menn að fara að borga 1 milljarði meira heldur en þau þurfa. Vonandi gengur það allt eftir, en við vitum það ekki fyrir árið 2016 haustið, hvert endalegt virði bréfsins og hvort að Magma muni greiða, sem að ég svo sem bara eins og segi vona. En til þess að gæta varúðar, þá var ákveðið að taka þetta svona niður. Nú það eru fleiri hluti sem voru nefndir í fréttatilkynningu frá okkur varðandi allt þetta tap og hluta því 350 milljónir vegna óinnheimtra krafna. Hvað verið að tala um það? Þetta sem sagt gamalt útsvar sem hefur safnast upp, fólk hefur ekki greitt útsvarið sitt og lent í vanskilum við sveitarfélagið í gegnum árin, svona eins og gengur og gerist, það alltaf eitthvað og þessar gömlu kröfur eru svolítið hátt skrifaðir í bókunum og það eru orðnar ansi gamlar, það elstu og það var bara ákveðið að taka aðeins til í þessu og skrifa þetta niður, þannig við værum ekki að reikna með nema mun lægri tölum heldur en voru skrifaðir í bækurnar. Þess vegna var þetta bara tekið út niður þessa 30-50 milljónir og ekki að reikna með þessu sem raunveruleg eign. Vonandi innheimtist þetta svo betur, við vitum það ekki, það eru aðilar í því, innheimtu fyrirtæki fleiri að reyna að ná þessum kröfum og þá það bara plús en enn og aftur að varúðar sjónarmiðum, þetta eru allt gert bara í varúðarskyni og þá var þessi eign lækkuð 350 milljónir. En það eru einhverjar jákvæðar tölur þarna, það er talað um jákvæða þætti í Sorpeyðingarstöð Suðurnesja. Já, það er gaman að segja frá því og það gæti gerst líka með þessa skuld Reykjaneshafnar að nú Sorpeyðingarstöð hlutafé eða stofnfé í Sorpeyðingarstöðinni var tekið niður fyrir nokkrum árum, niður í 0, svona svipaðan hátt og verið að gera hér. En nú hún komin á rétt ról og bara búið að taka mikið til í rekstri þar og hún farin að skila núna
afgangi sem hún hafði ekki gert í mörg ár þar á undan og þá segja mér ok, kannski þetta raunveruleg eign og við skulum þá færa hlutaféð stofnféð aftur upp í þá tölu sem var upp á 129 milljónir króna og bærinn þá að fá það í plús núna aftur inn í sína reikninga og það gæti vonandi gerst hérna með eins og ég segi skuldir Reykjaneshafnar við Reykjanesbæ vonandi borgar Ross Beatty eða þeir hjá Magma skuld sína að fullu og svona þannig að við erum ekki alveg búin að gefa upp alla vonir í þessu sko. Var það sem sagt aftur aðeins að Helguvík við vorum með umfjöllun í vikunum frá fundi á Mánagrund þar sem hafa verið að fjalla hugsanlega væntanlega mengun af stóriðjuverum í Helguvík. Þú hefur eitthvað fylgst með því? Já, og þetta vissulega efni og hérna viðfangsefni sem að okkur ber mikil skylda að fylgjast vel með og fara vel yfir. Við höfum hins vegar til þess ákveðnar stofnanir eins og skipulagsstofnun og umhverfisstofnun og svona þetta opinber eftirlitskerfi sem að við verðum bara að treysta og nú til dæmis starfsleyfi hérna kísilmálmverksmiðju Thorsells til meðferðar hjá umhverfisstofnun og að hvaða niðurstöðu stofnunum mun komast veit ég ekkert á þessu stigi en það skýrist nú innan einhverra vikna og ef að það verður á þá leið að umhverfisstofnun muni veita verksmiðjunni hérna starfsleyfi að þá verðum við bara að treysta því að það sé gert á faglegum grunni og að þetta eftirlitskerfi virki. Ég veit hins vegar að hestamenn og aðrir hafa miklar áhyggjur og svo margar raddir sem segja það er ekki hægt að treysta þessu kerfi en við sem opinbert apparat sem bara stjórnvald, við getum ekki annað en bara treysta á þá þar aðferðir og þau tæki og tól sem að þessir opinberu aðilar hafa. En þú sem bæjarbúi og átt nú heimili þarna, það sem að reykurinn í norðaustanáttinni myndi fara beint yfir húsið þitt. Hvað segir bæjarbúinn Kjartan Már á Freyjuvöllum? Hann náttúrulega verður bara að treysta því eins að þetta sé allt saman innan marka og ég á heima þarna og ætla ég heima þarna áfram, líður vel í þessu hverfi og verða að treysta því að það verði sett upp þau vöktunarkerfi sem að vernda okkur íbúana, ekki bara hrossin, heldur líka okkur sem að mannfólkið sem að búum hér og verðum bara að treysta því. Ég get ekki gert neitt annað en það. En svona að öðrum málum, þið segið að ráðstafanir í rekstri hafi verið að skila árangri eftir að nýr meirihluti í bæjarstjórn tók við fyrir bráðum ári síðan og eins að umrædd sókn sem að þið kynntu til sögunar sé að skila árangri. Hvað getur þú sagt okkur með það? Já, það er nú gaman að segja frá því að síðustu mánuður, það að segja fyrstu 3 mánuðir yfirstandandi árs núna 2015 og síðustu 2-3 mánuðir ársins 2014 að niðurstöður rekstrar í þeim mánuðum sýnir það að við virðumst vera að ná betri tökum á rekstri sveitarfélagsins. Þannig að umframkeyrsla í kostnað og svona hún ekki að þessi stað lengur, áætlanir að standast og við erum búin að ná höndum utan þetta og það svona við höfum verið að innleiða nýtt verklag og það svona meiri ægi í umgengni alla peningaumsýslu og bara ákvarðanatöku og slíkt og það virðist vera að skila sér þannig að þessar aðgerðir sem fórum í sem að tengjast sókninni virðast vera að ganga eftir og það bara mjög ánægilegt en við erum langt í frá komin í land eða komin í höfn með þetta, það þarf áfram mikinn aga og svona mjög skýrt verklag og fókus, við þurfum að vera mjög fókuseruð næstu árin til þess að þetta gangi allt saman upp og við erum svona að innleiða alls konar nýja hluti og reglur í kerfinu til þess að það megi verða. Er á snemmt að spyrja því í ljósi þessara frétta hafið þið einhverja hugmynd það hvenær þið getur farið að lækka aftur gjöldin og hefur þetta
Hvað með laun starfsmanna sem að margir þurftu að þóla lækkun? Hvað með það? Já, ef við tökum fyrst sko launin, af því að þú spurðum með þau, þá var ekki, það var engin starfsmaður sem að lækkaði í launum nema í svokallum umfram kjörum, það er að segja fastri yfirvinnu og akstustyrkjum og slíku. Það var engin lækkaður í neinum grunnlaunum, starfshlutur voru ekki lækkuð, þannig að það var allir að fá í rauninni, halda sinni vinnu og fá þau laun, grunnlaun sem þeim ber. Hins vegar voru svona þættir eins og föstu yfirvinna eins og þessi sem voru teknir niður og við erum bara að reyna að reka þetta kerfi eins skynsamlega og við getum. Ef að hins vegar þarf að vinna yfirvinnu þá hún unnin. Og ef að þarf að aka sem að margir þurfa starfsins vegna þá fá þeir það greitt eða eru að leggja til eigin bíla. Við erum líka með einhverja bíla sem að sveitarfélagið hefur til umráða. Og þannig að við erum bara að svona aðeins að draga tilbaka, en við mögum ekki gleyma því að við erum auknar álögur á íbúana og það hæsta útsvar á Íslandi í Reykjanesbæ núna og á meðan að svo þá erum við ekki í neinni stöðu til þess að vera að gera meira en við nauðsynlega þurfum, því að það fyrsta sem verður gert leið og hagur vænkast að við munum færa þessar auknu álögur og taka þær tilbaka, þannig að það verði áfram sama útsvar hér og í flestum öðrum sveitarfélögum. En getur ímyndaðir hvenær það geti orðið? Miðað við, þetta er þetta ekki langur tími sem hefur liðið, en einhver tilfinning fyrir því? Já, ég hef nú sagt svona í grínu en samt einhver alvöru að það munu örugglega gerast fyrir næstu sveitarstjórnarkosningar. Veit ekki það nú líklegt að ef að núverandi meirihluti verði ekki búinn að taka útsvarshækkanir tilbaka, að þá muni væntanlega að það verða kosningamál í öllum öðrum. Get ég ímyndað mér sko, á þess að við höfum rætt það eitthvað. En svona öllu gamni slepptu, þá náttúrulega vitum við að það gengur ekkert í mörg ár að vera með einhverja hærri álögur hér heldur en annars staðar. Eitt af stórum málum í varðandi fjármálin eru að þið hafi verið í viðræðum við kröfuhafa. Hvernig ganga þær viðræður? Sko, við erum í viðræðum núna við lánardrottna kröfuhafa fasteignafélagsins, eignarhaldsfélagsins fasteignar, sem að við skuldum sko einhverja 12-13 milljarða út af leiguskuldbindingum. Og félagið svo með samninga við núna þrotabú Glitnis og við erum í viðræðum við þrotabú Glitnis mögulega hvort það hægt að fella niður eitthvað af þessum 12,5 milljarði eða hvað það nú er. Og það gengur, mér sagt að þetta sé eðlilegur hraði, ég hefði gjarnan viljað láta sjá það gerast hraðar, en við erum með sérfræðinga, ég held að við séum með alla helstu ráðgjafa sérfræðinga í landinu sko í vinnu við alls konar svona verkefni nú og mér sagt að þetta sé eðlilegur gangur. Það var nú upphaflega að tala að við myndum fá einhverju niðurstöðu fyrir páska en það náðist ekki og nú mér tjáð að það megi vænta niðurstöðuna fyrir lok maí. Við sjáum hvað setur í því, hvort að það verði, en það ánægjulega kannski í því að þrotabú Glitnis og kröfuhafarnir hafa samþykkt að koma í viðræðu við okkur. Það var ekkert sjálfgefið. En þeir eru svo búin að samþykkja það, en hvað síðan kemur út úr þessum viðræðum, við vitum það ekki ennþá. Nei, ég geti varla spurt því hvort þú sett bjartsýnn á það eða? Ég verð að vera bjartsýnn á það eins og allt hitt sko. Ég trúi því því að annars verður þetta, ef við fáum ekki niðurfellingar þarna, þá verður þetta gríðarlega erfitt og bara erfitt að sjá í rauninu fyrir sér að okkur takist ætlunarverkið sko. Þá mjög erfið staða uppi. Ég meina, getið þá skila lyklunum að þessum eignum eða hvað er hægt að gera? Er þetta ótímabær spurning ef við getum sagt svo? Nú ætla ég að segja við þig, Páll, eins og ég segi við marga sem ég ræði við núna, þetta er góð spurning, ertu með fleiri spurningar? Já, einmitt. Ég hef ekki svarið en ég veit bara að það hefur, sem betur fyrir ekki mikil reynsla í íslensku sveitarfélögum að kljást við þessa stöðu. Það hefur ekkert sveitarfélag á Íslandi verið í þessa stöðu sem við erum í, ekki neitt. En svona
það voru svona talsverðar breytingar í starfsmannahaldi hjá okkur. Þið eru með breytingar í efsta laginu hjá okkur, nýju framkvæmdastjórar, einhverju komni til starfa á hana. Hvað getur sagt okkur frá þeim málum? Já, við erum að gera stjórnskipulagsbreytingar og fækka sviðum 2 og einhverjir og þáverandi framkvæmdastjórum eins og störfin hétu og heita ennþá var öllum sagt upp út af þessu sem var erfið ákvörðun. Margir þeirra sóttum aftur og hafa verið ráðnir aftur í ný störf sviðstjóra og sviðunum fækkað úr 7 í 5 og þetta gengur ágætlega. Sumir eru komið til starfa, aðrir koma til starfa núna, eða fræðslustjóri nýr Helgi Arnarsson kemur til starfa 1. júní. Þannig að svona sumar, mitt sumar, þá gerir ráð fyrir að þeir sem eru að hætta verði hættir og farnir í rauninni frá okkur og nýjir menn komnir inn, þannig að svona miðju ári og tala nú ekki með haust, þá ætti þetta alltaf vera komið í það horf sem að við sjáum fyrir okkur inn í framtíðina. Og það er bara gaman að því að nýju fólki fylgja alls konar bæði nýju siðir og nýjar hugmyndir og nýtt verklag og þá gefst okkur tækifæri til svona að breyta svolítið til. En svona, hvað með það margt jákvætt og skemmtilegt í gangi í bæjarfélaginu og á undanförnu? Já, það bara... Þetta ekki allt eitthvað volaði? Nei, alls ekki. Það er fullt af skemmtilegum og góðum hlutum að gerast. Það er bæði í atvinnulífinu. Ég var nú að tala við forsvarsmenn flugstöðarinnar í gær og þeir ná ekki að manna all störf í flugstöðinni. Þannig að það virðast allir sem uppfylla þær kröfur og skilyrði sem að gerð eru til starfsmanna þar, það tengir sakavottorum og flugverndar ákvæðum og svona, að það virðast allir geta fengið vinnu sem uppfylla þessar kröfur og þannig að í atvinnumálum held ég við getum verið bara nokkuð bjassín hvað þetta varðar og björt fyrir sumarið. Nú grunnskólarnir okkar hafa verið að brillera krakkarnir, frábærir bæði í samræmdum prófum, núna í allar þessar leiksýningar sem hafa verið í tengslum við árshátíð, söngleikir og svona, þetta er alveg frábært framtakjað og þau eru að standa sig vel á sviði. Nú Holtaskóli vann skólahreysti núna í 4. sinn og Heiðaskóli var í 4. sæti í ár, hann vann þessa keppni í fyrra. Þannig að unga fólki er alveg á fleygiferð, bara mjög gaman að því og hvað starfsfólk skólanna, bæði kennarar og aðrir starfsmenn, foreldrar og aðrir er að skila þessu unga fólki vel inn í samfélagi, bara dásamlegt. Hvað finnst þið þá svona viðhorf bæjarbúa? Nú tekur þú við sem, eins og maður segir, ópólitískur bæjarstjóri og eftir að bæjarfélagið hafið haft pólitískan bæjarstjóri í mörg undanfarin ár, 20 ár, 2 bæjarstjórar sem voru pólitískir. Hvernig finnst þér svona viðhorfið vera gagnvart því og bara almennt stöðunni í bænum? Og eins ef ég bæti við, hvaða viðhorfi finnur fyrir utan Reykjanesbæ? Ef við tökum fyrst þetta utan svona viðhorf, nú umgengst ég fullt af fólki svona inn í Reykjavík og hingað og þangað og þekki alls konar og þú veist eins og gengur og mér finnst svona almennt séð þá hafa menn svona ákveðna samúð með okkur og sýna þessu skilning en segja líka sumir að þú veist þeir hafi vitað þetta svona hlýtur þetta að fara og eitthvað svona sko en það er auðvelt að vera vitur eftir eins og ég hef sagt og ég er ekki í neinum umkenningaleik eða neinu slíku en þannig að fólk horfir svona til okkar og segir já svolítið svona já mikið þau sko en mér finnst bæjarbúar hér svona lang flesti, mikill meirihluti sýna þessu líka skilning. Auðvitað eru menn ekkert sáttir við að þurfa að greiða hærra útsvar eða hærri fasteignagjöld en var. En mér finnst fólk skilja þetta og það er mjög mikilvægt. Við heyrum svo sem að fólki sem að ætlar einhverjir að flytja, einhverjir búin að flytja lögheimili sitt jafnvel til út úr sveitarfélaginu sem er nú svolítið sérstakt. Það er svolítið sérstakt. Já, og til barna og skyldmenna jafnvel í öðrum sveitarfélögum sem er náttúrulega stórfurðulegt mál en heilt yfir finnst mér fólk vera sko
sína þessu skilning og vonast til það líður varla svo dagur að það kom ekki einhver tíma og segi jæja Kjartan, þetta ekki bara allt að koma hjá okkur núna, þið ekki að verða búnir að laga þetta, en því miður þá það ekki þannig, við erum alls ekki komið fyrir vind í þessu og þetta mun taka mörg ár, við höfum tíma til ársins 2022 í 7 ára viðbót til þess að ná tökum á verkefninu, ætlum okkur að nýta þann tíma og ég sannfærður okkur mun takast það og með góðri aðstoð og skilning í bæjarbúa. Og þú sem bæjarbúi hér í rúm 50 ár, hvernig tilfinningin svona, þú veist, þetta maður hefur einhvern veginn tilfinninguna að þetta hafi verið pínu erfitt verkefni sem þú varst að taka að þér á miði við svona það sem við erum búin að sjá eftir og tókst við. Hvernig svona, sérðu eftir þessu en þú ert mjög ánægð með þetta, þú ert þokkalega bjartsýnn. Ef þú ert að spyrja mig persónulega hvernig mér líður í starfið þá þetta starf nákvæmlega eins og ég reiknaði með. Ég þekki náttúrulega ágætlega, taldi mig þekkja ágætlega til, hafandi verið þarna í bæjarstjórn og ég var nú kennari hér við tónlistarskólann og skólastjóri 18 ára á undan, þannig að til mig nú þekkja þetta apparat nokkuð vel. Þannig að þetta í eiginlega, ég held ég geti sagt nákvæmlega eins og ég reiknaði með. En þetta ekki auðvelt og ég vissi það alveg og ég alveg tilbúin í það. Það sem að kannski nýjasta dæmi í því að mér dreymdi ársreikninga síðustu helgi í fyrsta skipti. Það var svona fyrir eitthvað óskemmtileg reynsla. Ég vil dreyma eitthvað skemmtilegra en það sko, en það segir bara að hugurinn í þessu sko 24/7 eins og fyrir ekki í sletti. Það voru þessir ársreikningar sem þið dreymdi? Já, ekki akkurat þessar niðurstöður en þetta bara ámann allan á meðan maður í þessu. Maður hugsar eiginlega ekki neitt annað þetta. Einhver loka skilaboð til bæjarbúa? Bara, þú veist, það að koma sumar og núna þegar við erum að tala hér saman þá held ég bara 3. dagur í sumri og það bara 1 gráðu frost úti, þannig að þetta lítur bara vel út. Vonandi fer golfvöllurinn að komast á sumargrín og við tekum bara skemmtilegu tíma. Sammála því. Þakka þér fyrir komuna. Og við þökkum Kjartani Má fyrir spjallið og segjum þetta gott í bíli og sjáumst innan tíðar. Verið sæl. Lágkolvetna lífstíllinn Netto.